Þá ég mættur hér við Lystigarðinn í Tunguskógi og garðurinn heitir Simpson garður. Kíkjum og sjáum hvað við finnum og sjá. Það voru þau Gerður og Martinus Simpson sem stofnuðu garðinn hérna 1926. Þannig að þetta orðið ansi gamall lystigarður. Við erum komin með konuna sem vinnur í garðinum. Hvernig sumarið? Í garðinum eru ýmsar plöntur sem sér kannski ekki víða. Hér einhver berjarunni, ég veit nú ekki hvað hann heitir. Þetta greinilega einhver ævintýragarður hérna. Hér eitthvað, já, þetta kannski bara Já, þetta kannski bara eitthvað geymsluskúr, ég veit það ekki. Hellir. Það gaman að það eru hérna ýmsar styttur í garðinum. Það stendur samt ekkert við þær hvað þetta eða það væri gaman að setja svona merkingar og jafnvel merkingar við trén. Það eru mörg tré hérna sem eru svona öðruvísi og áhugaverð. Árið 1994 var snjóflóð hérna sem fór hérna yfir sumarbústaðarbyggðina og meðal annars garðinn hér og hann skemmdist töluvert. En síðan þá hefur verið unnið að því að endurbæta hann og lítur hann bara ansi vel út, myndi ég segja, með við það. Þó þessi kannski orðið langt liðið þá tekur alltaf tíma fyrir þessi tré að vaxa. Eflaust hafa nú eitthvað af þessum trjám sloppið, sko. En já, það lítur allt frekar vel út og þetta svona gróskumikill skógur, gróskumikill garður. Ég finnst svona styttur og svona í görðum vera svolítið skemmtilegt og oft veltu fyrir mér hvort það var ekki geggjað að gera svona styttugarð inn í Skógi með fallegum styttum og skemmtilegum. Ég man eftir að ég var einu sinni í Noregi í svona garði sem var með styttum og svona. Gæti örugglega verið svolítið skemmtilegt. Svona skemmtilegt konsept. Garður með fullt af styttum og trjám.
gaman að koma í hennan listigarð. Mér finnst að vera samt svona listigarð sem hefur ótrúlega mikið potential. Þetta er flottur garður en hann gæti verið svo miklu meira. Þannig að það væri gaman ef Ísafjarðarbær myndi taka hennan garð og gera hann eitthvað ennþá meira. Ég veit ekki hvort það sé hægt að stækka hana upp. Það væri sniðugt að stækka hana öldið og setja merkingar við hérna tré og gróður sem er hérna því að margt af þessum gróður er mjög áhugaverður. Og já, lagatjörnina og eitthvað svona. Þannig að þetta er garður sem hefur rosa mikið potential. En alveg þess virði að koma hingað, þannig að ég hvet fólk sem er á Ísafirði að kíkja hérna við Simpson-garðinn. Ef þið hafið gaman af svona myndböndum, þá endilega gera subscribe. Það hjálpar bæði mér og síðunni að stækka og ykkur að missa ekki af. Aðeins bara takk og sjáumst í næsta myndbandi.